Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvars þáttur minn sem alltaf til hægri. Það eiginlega hægt að draga sögu vestrænna sósíalista frá lokum síðari heimsstyrjaldar saman í eina setningu. Stöðu og endurtekin leit að nýjum málstað í baráttu gegn gildu vestrænna samfélaga og kapitalisma markaðshyggju. Allar hugmyndir, hvert verkefni, hver krossverð snýst í grunninn eitt og hið sama. Djúpa tortryggni og frjálsu framtaki, frjálsum markaði, frjálsum einstaklingum og baráttu gegn þjóðskipulagi sem hefur gert mannkyni kleift að brjótast úr örbirgð, fátæktar og ánauðar lögverndaðrar yfirstéttar. Sósíalistar hafa alltaf sótt súrefni í átök, ekki lausnir á vandamálum einstaklinga eða þeirra sem standa höllum fæti. Á rústum síðari heimsstyrjaldarinnar vildu róttækir vinstrimenn byggja nýtt upphaf á ríkisvæðingu, áætlunarbúskap og skilyrtu frelsi borgaranna. Þeir fyrirlitu markaðsbúskap Bandaríkjanna en litu til Sovétríkjanna sem fyrirmynd. Hvorki þekking eða skilningur rak vinstrimenn áfram, heldur þörfin fyrir að koma í veg fyrir að sú lífseiga hugmynd að einstaklingar geti skapað sér gott líf án leiðbeiningar ríkisvaldsins eða embættismanna að sú hugmynd festi rætur í Evrópu. Kommunismi, marxismi eða sósíalismi voru og eru enn lausnarorð vestrænna vinstrimanna og róttæklinga. Það tók marga vinstrimenn áratugi að átta sig á því að Sovétríkin voru byggð á blekkingum völd alþýðunnar, bræðralag verkalýðsins og réttláta skiptingu gæðana. Sovétríkin reyndust martröð, hungursneyðar, pólitískar hreinsana, gúlag, fangabúða, geðveikrahæla, ofsókna og morða. Á tímum kalda stríðsins neituðu hinni sanntrúuðu að horfast í augu við raunveruleikann með svipuðum hætti og stúdentarhreyfingin seint á 7. áratugnum og snemma á 8. áratug liðinna aldar. Stríðið í Víetnam var tákmynd krúunar heimsvalda sinna, háskólastúdentar mótmæltu, kröfðust byltingar en foreldrar þeirra borguðu húsaleiguna og skólagjöldin. Eftir 6 daga stríðið árið 1967 varð Ísrael að skotspæni vinstri róttæklinga og Palestína tákmynd kúgun heimsvalda sinna. Þegar ekki var lengur hægt að verja draumaríkið varð Mao pólitískur áttavitu og Kína fyrirmyndaríkið. Einhverjum fundu hugmyndafræðilegt skjól hjá Castro, einræðisherra Kúbu og fóru í pílagrimaferði til að skera sykureyr. Róttæklingar hafa alltaf leitað og leita enn að fyrirmyndaríkinu. Á 9. áratug síðust aldar var andstæðan við kjarnorkuvopn helsti málstaður vinstrisins. Friðarhreyfingar í Evrópu mótmæltu uppsetningu bandarískra eldflauga og slagorð eins og no nukes urðu að trúarjátningu. Hinn svokallaða friðarbarátta var fyrst og fremst barátta fyrir afvopnun Vesturlanda því aðeins þannig væri hægt að koma í veg fyrir gjöreyðingu heimsins. Betra er rauður en dauður. Því var hafnað að vestræn lýðræðisríki hefðu nokkurn rétt til að verja sig gegn ógn alræðis kommunismans. Þegar Sovétríkin féllu 1991 mistu svokallaðar friðarhreyfingar allan tilgang en leitin að nýjum málstað hófst. Á 10. áratugnum sneri vinstri sér að nýju verkefni, baráttunni gegn hnattvæðingu, gegn frjálsum viðskiptum og markaðsfrelsi. Ný frjálshyggjan varð óvinnurinn, vissulega gamalt vín og nýjum belgjum, krossferð gegn markaðsskipulagi Vesturlanda. Og eins og alltaf var alið á reiði og tortryggni gegn þjóðskipulagi lýðræðis og einstaklingsfrelsis. Hryðjuverkin 11. september 2001 þegar að liðsmenn Al-Qaida
flugu farþegaþotum á Tvíburarturnan og Pentagon, breyttu alþjóðapólitík og nálgun Vesturlanda varðandi varnar- og öryggismál. Innrás Bandaríkjanna og Bretlands í Íran með stuðningi hinna viljugu þjóða, þar á meðal Íslands árið 2003, varð vatn á myllu þeirra sem höfðu horn í síðu Bandaríkjanna sem þeir sökuðu heimsvaldastefnu og yfirgang gagnvart öðrum þjóðum. Og enn varð Palestína táknmynd kúgunar og heimsvaldastefnu Vesturlanda. Árið 2011 töldu róttæklingar sig hafa fengið vind í seglin og lögðu undir sér almenningsgarð á Manhattan í New York. Undir slagorðinu Occupy Wall Street komu þeir sér fyrir í tjöldum, héldu fundi og sungu baráttusöngva. Hernám Wall Street rann fljótlega út í sandinn. Remi gerði góðlátlegt grín að þessum mótmælum með texta við lag meistara Bob Dylans. Come gather young people, come and join your hands. We're taking Wall Street and we're making demands, and we're heeding the call and we're crying for help. Only 1% of us have wealth. But first we need posters, we need to make signs. But to do so it seems that we need some supplies. We need poster board, I can't make it myself, but it's 10 cents a sheet at the store, it's on sale. An example of economies of scale, it's so evil. They're saying that freedom's done little to stop corporations from keeping the wealth at the top. But at what point in history could a kid and a king both have clean water to drink? George Washington was the richest man of his age, but he lost all his teeth at a very young age because they didn't have scope and they all crapped in trays. We're not wealthy. Now there's fountains on streets from which clean water pours. $4 generics at all big box stores. A sultan and student both have iPhone 4s. It's not fair. Come gather young people, come on everyone, and I'll tell you a tale of a fortunate son. He's born in a country and given vaccine and rendered immune to all kinds of disease. The Kardashians are on all his TVs. It's not perfect. See, banks don't need bailouts, on that we agree. So let's start up a group and let's take to the streets. Because if we do so, well, you know what that means. We're racist. En vinstrimenn fundu annað og miklu betra baráttumál, loftslagsbreytingar. Það var himnasendingandi í takt við djúpstæða samfæringu þeirra. Meintri loftslagsvá yrði ekki hægt að mæta án aukinna ríkisafskipta, strangari reglna og laga, aukinna skatta og komið yrði böndum á fyrirtæki. Með boðum og bönnum yrði að breyta hegðun einstaklinga og þá fyrst og fremst á Vesturlöndum. Síðar var Greta Thunberg að táknmynd og föstudagar fyrir framtíðina, Fridays for Future, urðu eins konar helgisíðir með skólaverkvöllum. Stjórnvöld Vesturlanda voru sökuð að svíkja framtíð unga fólksins. Loftslagsbreytingar urðu nýja Víetnam vinstrinsins og gott betur. Vinstrið hafði fundið ný trúarbrögð. Kolefnislosun varð að synd, endurnýjanleg orka að frelsun og olíufyrirtækin að djöflum. Með neyslu, hagveistu og velmegun voru Vesturlönd sögð sek gegn jörðinni og framtíð lífs. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Þegar stríðið á Gaza braust út haustið 2023 eftir hryllings- og ómannleg níðingsverk Hamas, sameinuðust vestrænir róttæklingar enn á ný. Vesturlönd eru ill, byggð á kúgun heimsvaldastefnu sem hefur haldið öðrum ríkjum, ekki síst múslima, í spennitreyju áþjánar og fátæktar. Róttæklingum var og hefur verið ókleift að fordæma níðingsverk Hamas, enda eru gyðingar og Ísrael í þeirra huga verkfæri hins illa í heiminum, og þannig hefur kynnt undir andúð og hatri og gyðingum allan heim. What's happening and Israel's actions. Can I just ask you your thoughts on Hamas? They're still holding hostages. What would your message to Hamas be? Again, there is a genocide going on. Palestinians have been living under suffocating oppression, and when there is an occupational force, this is not my views. By international law, people have a right to resist that occupation. And again, I do not stand behind killing civilians. Hér hafa aðeins nokkur dæmi verið nefnd þau fjölmörgu baráttumál sem róttæklingar hafa tekið upp á sína arma frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Opin landamæri og réttindi flóttamanna á sama meiði. Hver svo sem yfirskriftin hverju sinni, liggja ræturnar í jarðvegi djúprar fyrirlitningar og frjálsum samfélögum Vesturlanda. Fyrirlitningu á þeirri hugmynd að einstaklingar geti, án leiðbeininga ríkis og sérfræðinga, skapa sér betra líf, fái þeir frelsi til þess að lifa því eins og þeir kjósa. Þegar horft yfir sögu vinstri manna og stöðuga leit þeirra, get ég ekki komist að annarri niðurstöðu en þeirri að málstaðurinn sé aukaatriði og aðeins hentugt verkfæri á hverjum tíma til þess að ná markmiðinu byltingu samfélagsins, þar sem markaðsskipulaginu hafnað, frjáls framtak bannað og leikreglur vestræns réttaríkis teknar úr sambandi. Hugmyndabarátta róttæklinga byggir á reiði, tortryggni, öfund og fyrirlitningu og velgengni sjálfstæðra einstaklinga. Til að viðhalda reiðinni verður stöðugt að finna nýjan málstað til að berjast fyrir og endurnýja gömul baráttumál þegar hentar. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.